Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Og þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessar fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næstu að horfa á góða mynd, kaupa Pop Smell og Doritos. Mortal Kombat 2021 útgáfan. Við vorum með bíórætt á hann, Egilshöll, brunum upp í stúdíó, klukkan núna verða rúmlega hálf 11. Og við erum ekkert búin að tala um myndina. Nei, þetta verður sjúklega erfitt, sko. Við sátum hlið við hlið, við erum ekkert búin að tala um myndina, ég veit ekki hvernig þér fannst hún. Við tókum Mortal Kombat þáttum daginn, sérst gömlu myndinar, fyrsta og Annihilation, nú ætlum við að taka 9, svo ætlum við að tala aðeins um teiknumyndina. Já, tölum fyrstu myndir svo. Fyrstu myndina, við ætlum ætlum ekki að fara strax í spoilera. Nei. Þá ætlum ég bara að spyrja þig, án þess að koma spoilera, hvernig fannst þér Mortal Kombat 9? Ég var gaman að henni. Ok. En ég var fyrir smáumbröðum. Ok, af hverju? Mér fannst rosa mikið verið að stökkva melli bardaðatriða. Ég hafði meiri væntingar til bardaðatriðana. Og þú veist, einhvern veginn svona, já, svona... Fannst þú ekki virka pínu stefnulaus? Þessi mynd, mér finnst einhvern veginn svona... Hún var mjög lík númer 1, Mortal Kombat fyrstu myndin í þeim efnum. Sko. Já, en ég var einhvern veginn bara svona... Hvert er það að fara, skilur? Hvað er það að fara að gera? Já. En við erum það líka bara vorum að sjá hana. Já, ég er enda bara að melta hana, sko. En ég hef gaman að henni, sko. Mér finnst alveg... Þið varst ekki leiðileg bíóferð? Nei, ég hló alveg mikið og vel, þú veist, já. Kane og já, mér finnst hann mjög fyndinn og skemmtilegur, sko. Ok, þannig þú myndir segja fólk, þetta er skemmtileg mynd, en ekkert brjálæslega góð. Já. Ok, er þetta besta Mortal Kombat myndin? Af þessast leiknumyndum? Já, ég myndi segja það. Þetta er besta? Já. Ok. Bardaðurinn, fannst þér lala? Já, þau voru skemmtilega, en mér fannst þau, þú veist, ég hafði einhvern veginn meiri væntingar. Ég veit ekki af hverju ég var, þú veist, mér fannst þau, þú veist, þau voru mörg, rosa stutt. Þú veist, ég bjóst bara við meira eitthvað, þú veist, bara svona alveg bara trilltum bardaðatriðum, skilur, eitthvað bara, en ég veit ekki. Ég held við myndum fá svona John Wick bardaðatriði, eða svona lengi, eða svona The Raid bardaðatriði, langa tökur, þetta eru alvöru gæjar sem þessar mynd, þeir kunna slást. En í staðinu þá fengum við svolítið bara svona basic bardaðatriði. Já, og sko, já, einmitt. Og það voru líka alveg mjög mikið af svona auðlarhólsatriðum í þessari mynd, sem var alveg bara svona, já, tökum. Föðum aðeins meiri spoiler eftir. Ég vil segja fyrir mitt leiti, mér leittist ekki, en við líka elskum Mortal Kombat. Já. Elskum þessi karakter og því svo vænt um þá, en ég veit ekki hvernig þessi mynd myndi fara í fólk sem hefur aldrei spilað tölvingina. Nei. Sem þekkir ekkert þessi karaktera. Já, ég held hún hafi líka byrjað einhvern veginn svona, þú veist, hérna, bara textin í byrjun gerir ráð fyrir að þú vissi hvað Mortal Kombat var. Já, þetta er bara þetta Earthrealm dótið eða eitthvað. Já. Það var svona, eitthvað, they have lost, eitthvað, 10 times. Nei, 9 times. Já, 9 times, eitthvað, if they lose another one, eitthvað. En þetta er samt alveg basic uppsingar, þú gætir alveg púsla saman. Þú ert ekki fáiði, þú gætir alveg, já, ok, þetta er eitthvað svona keppni og eitthvað. En bara eins og með karakterna, Sub-Zero, Scorpion, Sonya Blade, Jax, alla þessa karaktera, þá myndir ekki þekkja þá. Já. Fyndist þér eins skemmtilegt að horfa á þessa mynd? Nei, alls ekki, sko, held ég. Það var þetta bara glata stöff, örgulega. Já. Ég myndi segja fólk að það svo spoila. Hún er alveg skemmtileg, hefur fyrir leikina. Þetta er ekkert svakalega vöndu mynd. Nei, en hún er samt best á þessum myndum, finnst mér. Já, það er ekkert eftir að toppa hennar. Nei, í leiðindum minnur. Mortal Kombat 1 var, þú veist, eins og maður sko að segja, hvað gaf ég henni, 4,5 eða 5 eða eitthvað.
þessi finnst þú að vera miklu betur en fyrsta? Nei, mér þetta svona 6. Þessi nýja? Já, 5,56 eitthvað. Já, ok, ég held að þegar við tókum síðast þá voru við eitthvað svona giska á hvað þessi er því voru ekki bara í svona 7. Jú, var það ekki, já, einmitt. Bara svona hvað það verði? Nei, sagði ég ekki 6? Ég man það Ég man það ekki núna. Það er bara að horfa á það. Tjekka það, já. En eina sem ég fór að hugsa er sko ofbeldi í þessari mynd. Að því hún er bönnur 16. Já. Það gefur henni svolítið mikið. Já. Þó ég hafi samt ég átti vonun niður ofbeldisfyllri. Já, reyndar ég líka. Það ekki? Það voru fullt atriðum í þessari mynd sem ég var bara er þetta svona næstu því svona góru dag. Þannig að þú veist, mannst skilur. Bara þannig, alveg ok. En þú veist, mér fannst hún byrja á krafti. Þú veist, mér fannst hún alveg þennan fyrsta atriðið, það allt í húnum bara, það var bara mjög brútal og það var langt. Og ég bjóst við meira þannig. Já, ég líka. Þú veist, þannig svona koreograf. Já, alveg bara svona, þú veist, alveg bara meira og, þú veist, bara eins og í svona, þessum bardaðamyndum eins og þú segir, það sem að koma bara fleiri og fleiri laupandi, skilur, bara bardaginn heldur áfram einhvern veginn. Förum aðeins, að því ég er svo hræddur um að spoila fyrir fólki, ég veit þetta kannski, fólki finnst ekkert að merkilegu sögur eða merkileg mynd, ég er svolítið ekki eyðileggjan fyrir fólki sem að hefur ekki séð hana, þannig að við segjum bara strax núna, að því mér langar að fara svona í smáatriði. Þetta er bara spoiler fyrir nýja Mortal Kombat, bara sjáu hana, ég mælum að fólk fara hann í bíó, það er gaman að upplega loksins nýjar stórmyndir í bíó, eftir þetta COVID helvítisár, en við ætlum að spoila. Þannig við erum að fara að spoila núna myndinni. Við getum ekki bara að koma inn og tala bara eitthvað fólk kjafta. Þá getur alveg talað um traileri. Ok, við erum búin að vara fólk við þið, nú getum við talað um hvað sem er. Ok, á þessu við sem eitthvað að spoila. Nei, með þér spoila. Ok, ég er ekki um spoiler. Ok. Sko, bardaðatur með Reiko. Hvernig fannst þið það? Á móti Jax? Já. Þetta var hræðilegt. Það var ekki gott. Hver er þetta? Þessi Reiko. Hver er þetta? Er þetta karakter úr leikjunum? Reiko er í Mortal Kombat Armageddon, ekki? Það? Já, eða Mortal Kombat. Ég myndi ekki eftir hún. Annarkvæmt Mortal Kombat Armageddon eða Mortal Kombat. Mortal Kombat 2009, ekki? Ég man ekki eftir þessu karakter, sko. Ég var aldrei spila hann, held ég. Nei. Hann er sonur Shao Kahn. Já, með svona sleggjur hann og eitthvað. Já, ok. Fannst þér sá karakter flottur í myndinni? Hversu? Fannst þér Reiko flottur í myndinni? Þetta var... Mér finnst það cool að sjá hann, sko. Það er mjög byggjum búið að byggja hann fyrir Mortal Kombat 11 og svona. Aha. Já, hann er mjög cool karakter, sko. Já, hann var ekki cool í myndinni? Nei. Hræðilegur. Hver fannst þér svalasti karakter í myndinni? Mér finnst Kano. Aha. Já, svalastur. Mér fannst það fyndinn. Mér fannst það aftur fyndinn, sko. Kom ykkur í lífgæðin? Já, hann var alltaf klárlega komikur í lífi. Mér fannst að ég hló upp á mörgusunum, sko, yfir. Fannst hann svalar enn í fyrstu myndinni? Nei. Sá leikur hann miklu flottari. Svona þykkari og... Já, og meiri... Ég er þannig bara útleyslega, bara leikari sjálfur. Mér fannst hann meira svona karisma, heldur. Hvað gaur er þetta? Já, þetta var bara ekkert út. Nei, það er rétt. Fundur bara eitthvað, hann er væntalega ástalli, en kannski hann er ástalskan hreim. Mér finnst það bara svona hefur verið tekin upp bara... Pikkar hann upp bara okkur sjónvaðseri í Ástralíu eða? Já, ég veit ekki. Mér fannst það fyndinn, sko. Þér fannst það fyndinn? Já, ég hló alveg að mörgum, svona, eins og hann var alltaf ekki bakgrunni, svona. Þú hlósti máttlega svona Kano? Já. Kannski ekki máttlega svona. Nei, mér fannst það skemmtilegur. Mér fannst það alveg að gefa myndinni smá. Þú veist, mér fannst mjög mikið annað alveg hræðilegt. Ok, eins og hvað? Þú veist, þessi Reiko bardaði þannig var eins og bardagi Mortal Kombat Annihilation, skilur við. En hann virkaði samt pínu svalari af því að Jack sprengir hann hausinn með... Já. Þú veist, byrjar að kýla inn á honum, brjóta honum kinnbeinið og augtóttina hann inn á honum. Það var cool. Já, mjög töff. Mér fannst líka svona skemmtilegt, sko, að þau fá þessa krafta einhvern veginn, sko. Ég fílaði það líka. Það var svo kjánlegt, ég fílaði það. Já, þú veist, það er svona, ok, hvernig fjandanum hefur útskýra það, hvernig þessi karakter getur gert þetta kjaftaði. Já, eins og Sonja skjóta leika geisla. Það er mjög næs. Ég fílaði það. Já, ég fílaði það tætlur. Þeir fóru bara all in í eitthvað svona töfrastótt. Já, ég fílaði það tætlur, sko. Meira, þú veist, af því að, þú veist, ég bjóst við hinnu, sko. Ég bjóst við það allt eitthvað svona tech. Eitthvað svona grounded. Já.
nema, þú veist, eitthvað svona Raiden og eitthvað Shang Tsung, sko. Já, bara alveg töfrar. Já, en þannig var, þú veist, með Scorpion og Sub-Zero, þetta allt bara eitthvað svona, þú veist, þetta er bara crazy, sko. Ég er bara að dýrka það, eins og það er Kane og Geislasinn. Ég fór að hugsa, ég held að þegar eðla hana, ég var ekki alveg að fíla þann fætt. Reptile. Ekki, átti þetta að vera reptile úr leiknum? Reptile, sko. Hann var glad, eitthvað Sko, hann notaði tunguna til að draga, hann segir eitthvað, release the reptile, eitthvað hérna. Shizot, eitthvað, hann segir eitthvað svona nafn. Já. Eitthvað lizard, eitthvað, reptile, eitthvað. En ég hugsa með mér, er þetta reptile karakterinn? Þetta er hann, sko. Eða er þetta bara eitthvað dýr? Þetta er hann, sko. Meina, hann gerir svo ósynlegan, hann skýtur skýrukúlum og hann notaði tunguna til þess að draga það sér, sko. Varst það svalur sem þetta? Nei, umhverlegur. Þú veist, ég bara, þú veist, þegar ég sá eðlur, þú veist, bara að ég vissi að hann var á leiðinni, reptile var á leiðinni. Og svo sá ég eitthvað svona ósynlegt, þá var ég bara svona, ok, geðvægt. Svo bara leiðu ég sá eitthvað svona eðludrasla, var ég bara ekki, ok, þetta sökkar. Bara strax. Ég samanlegar. Af hverju að gera eitthvað, þú veist, CGI kjaftaði með einhverju eðlu þegar þú getur bara haft fucking ninja? Já. Hversu cool hefði það verið? Það hefði bara verið geggjað. Það hefði verið geggjað, sko. En með Kano, ég held að þegar hann hittir Reptile, og hann svona klóra í endlunu, þá held ég, já, ok, hann fær síðan, hann áttur að klóra auga úr honum og fær þannig geisla drasliði. Já. En svo gerðist það ekki og ég hugsaði mig, hvernig ætlaði að láta hann fá geisla? Því ég vissi að vera með hann. Þannig að allt þetta töfradót, þetta er ógeðslega kjánlegt, en ég fíla þetta. Já, mér fannst það líka cool, mér fannst mjög töff, þú veist, mér fannst allt mjög næs svona, þú veist, þeir eru komin hana í þetta tempul hana sem að mér fannst ekki mega neitt sens, en þú veist, þetta var alveg samt skemmtilegt. Það er mega fátt sens í þessari mynd. Já, það var rosa mikið svona eins og þeir eru verið að spara við sig einhvern veginn. Þú komið yfir einhverju hæð og hann gemur eitthvað, þú veist, Raiden's Temple og það var bara svona hóll. Þetta var bara eitthvað svona. Og þau voru öll bara svona og ég var bara eitthvað, hvað? Var ég að missa einhverju svo svona, þú veist, þeir eru komið inngangnum, þú veist, koma þessu svona hóla niður í jörðina, bara þarna vantaði eitthvað. Það vantaði það sem kallast peningur. En já, það var sannslegt, en mér fannst cool, sko, hvernig þeir voru þannig að, þú veist, að unlocka þessum Arcana, þessum kröftum, sko. Og mér var töff að hann, þú veist, mér fannst, ég hló mjög mikið að því þegar hann var hann að rífa kjaft við og skýtur geislanum út raugan á sér, skilur við bara, og er eitthvað, þú veist, eitthvað. Mér fannst það interaction allt mjög gott, sko. Mér fannst það alls skemmt aðrið, þess að ég fíla líka með það aðrið, er að Kung Lao og Liu Kang, þeir eru með smá attitude. Já, Kung Lao meira, sko. En samt líka Liu Kang svona meira subtle, sko. Já, en það voru báður, ég veit náttúrulega hvað var að reyna að gera, en mér varst gaman að sjá þegar það var smá attitude, sko, í þeim. Það er líka bara skemmtileg senna, sko. Þú veist, svona örglega, svona bara svona skemmtilegust, eða svona, mér finnst það skemmtileg sena. Mér finnst það skemmtileg sena og mér finnst líka alveg skemmtileg sena, hún er svona lítil að því mér finnst Kabal svalur saman. Mér finnst Kabal svalur. Já! En þið fannst það ekki? Kabal? Mér finnst hann alltaf töff, sko. Já, hann fannst hann flottur í myndinni? Já. Ok. Mér finnst búningurinn svolítið ljótur og leðilur. Það? Já, mér sá ekki nóg mikið á hann einhvern veginn. En þú veist... Ég er bara að fíla að hafa með húksverðin og... allt. Já, með smá húmor, sami svona djöfulgangurinn og í Kano einhvern veginn. Mér varst það gaman atriðið millir þeirra. Það er Kabal fer. Já. Og er að búlsita við Kano. Líka því þeir með að blóta. Já, ég veit það. Þeir segja fokk og móða fokk eða eitthvað. Ég fílaði það. Já, ég fílaði líka. Mér varst það skemmtilega. Mér finnst það mjög cool að Kabal hafi verið þannig einn aðalgaurunum, sko. Hann er nefnilega, þú veist, af karakterunum í Mortal Kombat 11 finnst mér hann ógeðslega svalur. Það var geðveikt gaman að spila hann, sko. Og hann var líka með, af því hann er svona snöggur. Já. Hann var líka með það í myndinni. Já, einmitt. Ég fílaði það. Með hann að bildi, já, trillt. Já. Ekki eitthvað svona, þú veist, ég var svo hræddur við það. Ég er búin að horfa á trailerinn. Maður sá náttúrulega, þú veist, eins og Jax, komið svo að risa hendur. Og mjög fljótlega í myndinni, af því að hann missir hendurna mjög snemmi myndinni, og ég hugsaði bara með tímann sem búið að líða myndinni, þá var ég bara eitthvað svona, það þarf eitthvað að lengja rosalega mikið, annarkvort mun hann koma bara allt í hennu með þessa hendur og bjarga deginum, þú veist, frá einhverju svona shield organization eitthvað, þú veist, sem tech fyrirtæki eða eitthvað. Og ég hugsaði, þú veist, og Sonja líka, því að hún er ekki með The Mark, sko. Að þau fari, hún fá eitthvað svona James Bond gear til þess að vera þú veist,
með krafta, Já. og ég hugsaði bara það strax, en síðan fannst mér þetta töff, þú veist hvernig það endaði. Því að munkarnir, að þeir ná honum, Jax missir hendurnar og Kang finnur hann, og ég hugsaði með mér, ok, munkarnir hljóta að gera eitthvað svona tech handleiki fyrir hann. Já. Svo fyrir ég að hugsa líka, það sant? Þeir með nægilega tekni? Nei. Þannig þeir gerðu ekki svona aumar einhverjar hendur fyrir hann. Og ég var bara eitthvað svona, ok, hann ekki að berjast með þessu. Svo þegar maður sér hann Cole-karakter, tölum að það sem hann var eftir. Já. Þegar hann farið þinn í brynjuna, þá hugsaði mér, já, ok, hann getur líka fengið handleiki. Já. Það getur hans arkana, sem meikar eiginlega ekkert sens. Nei. En ég meina, hvað meikar sens í þessu skilur? Ekki neitt. En þetta svolítið skemmtilegt. Ég segja það, ég skemmti með því svona mynd, sko. En það ekki bara því við fílum Mortal Kombat? Jú, ég held það. Þú veist, maður var að fíla allt sem kom hana, fyrir utan Reiko. Reiko, þetta dæmi var bara, var enginn þannig sem hugsaði, þetta glatað. Sleppum bara Reiko kjaftaði, sko. Já, bara sem karakter yfir höfuð? Jó, það ger ekki neitt. Það enginn hugsa af því að hann í myndinni. Já. Nefnt. En akkur voru ekki bara með Shao Kahn, eða eitthvað. Bara, þú veist. Geiman, framhaldsmyndina. Já. En Sub-Zero, hvernig er það? Mér fannst þetta töff, mér fannst klikka töff bardaginn hann á milli Skorpjón og Sub-Zero. Í byrjun eða í lokin? Í lokin. Mér fannst betri bardagi koreografía í byrjunni, en mér fannst það cool allir abilitynar og þeir allt ruglið komið í gang. Já, hann er að nota hann er bara, þú veist, drasslið og hendunum genn vegginn og allt þetta dót sem að þekkir úr leikjánum, sko. Það var ekkert hérna, þú veist, að frís, en hann notaði, skilur hérna, þú veist, klón, hann að frís-klón, með það ógislega svalt, því að þetta er ekki aðeitt. Já, bjóttur hann að vegginn og fristi blóðið og eitthvað. Og stakk því hann maður eins, mjög mikið að svolítið dóti. Mér finnst líka töff að sjá, hérna, þegar Nitara, mér finnst geðveikt svalt að sjá Nitara líka. Er hún ekki einhver eldgamall karakter? Jú, hún er úr Deception eða Armageddon, ég man ekki hvorum. Örgulega Deception? Ég man það ekki allir. Ég spilaði svona Deception líka. Nei, Deadly Alliance. Nei, hún er glæðan setna. Þetta er ekki Deadly Alliance. Nei. Ok, bursið fyrir því, þegar skúlið sér hana í 4 sekundur. Já. Nei, mér fannst svalt við að sjá hana var að sjá hana fara í tvenn. Það er eitt af mínum uppáhaldsatriðum í þessari mynd, að því að Kung Lao, það er svolítið minn maður. Já, hann er geggjaður. Svona mínur uppáhaldsátt verið Kung Lao og Miljana, og Kung Lao í þessari mynd, ég fíla hann, með hatti sinn, og hann setur hann í jörðina, hann snýst, og Nitara fyrir bara gegnum hattinn og fyrir tvent. Það var eitt mest brútal atrið í myndinni, sko. Já, en mér fannst bara ekki nóg af þessu. Nei. Svona með að leikirnir eru ógeðslegir. Þeir hefðu örugglega getað gert meira. Mér fannst það samt alveg skemmtilegt, það var svona svolítið skrítið, en mér fannst það samt skemmtilegt. Mér fannst eitt töff, það sem hann gerði í myndinni, var að sýna fram á alvarleika hversu illa menn er að tapa þegar þeir sýndu X-ray-atriðin. Þú veist, ég fann svo mikið fyrir því hversu slæm, þú veist, illa X-ray, þannig að, þú veist, það sem þú sást, það sem höfuðkúpan eða beinin sást brotna og... Var það í svona mynd? Já. Er ég eitthvað að geða ykkur það? Það var í teikmyndinni? Já. Er ekki ég hann að geða ykkur? Það var held ég ekki í myndinni. Nei, það er í teikmyndinni. Er það ekki? Ég var að horfa hann í dag, já. Vá, mér fannst þess að það hefði í myndinni. Það sama. Já, shit, ok. Ég held að það sé ekki í myndinni. Nei, það er ekki í myndinni, sko. Ég hafði bara pottið, sko. Býtum við þessu umræðan til eftir. Já. Nei, ok, já. Þetta er bara, nei, þú veist, ég er bara að blanda þessu saman hausum á mér, sko. Ok. Já, en það er nefnilega eitt í það eru svolítið líkar myndir, sko. Já, svona pínu, nema önnur er tölvöld betri. Já. Og það er teiknumyndin. Já. En fólk var bæli. Já. Já, það eru svolítið svipar, eins og með Skorpjón, að drepa fjölskyldur hans og allt það. En nema bara, þú veist, það vantar hann náttúrulega. Það er aðeins meira klassík, svona, þú veist, ég skildi ekki alveg þetta, hérna, eða þú veist, mér fannst vanta í plottið hjá Sub-Zero Skorpjón. Þú veist, hvað, þú veist, er Sub-Zero bara búin að vera, þú veist, hann segir for Lin Kuei, en sem allt í núna Outworld bara múk í lokin.
og samt eitthvað for the Lin Kuei eitthvað, Já. en Og hvað var það hann? Af því að við sjáum hann fyrst í myndinni, 1617 eða eitthvað. ja, 1800, eitthvað 78 eða En eitthvað. þetta var alltaf í 1600. Var það 1600? Þetta var alveg alveg langt. Ok, ég maður ekki alveg, myndið var 1600 eitthvað. Já. Það er hann bara mennskurinn í gæsalabba, það ekki það? Mhm. Samt með alltaf fristi kraftan Já, já. hana. Og svo næstu sjáum hann, 400 árum setna eða eitthvað, Já, já. þá var hann alltaf í norðin eitthvað svona Ís Ninja, sérst Sub-Zero. Já, já. Hvað skeiði? Ég skildi ekki alveg... Nei, Þeir eru ekkert útskýra það. Nei. En ég ætlaði að spyrja þess út í Sub-Zero því hún tala sem hann. Já. Hvernig er þessi búningur hans? Það var skemmtilega, sko. Það er svona hann er mjög dark, mjög mikið svona verið í að Noob Saibot dótturinn, sko. Og sérstaklega í lokin. Það er svona alveg klárlega mætir hann sem Noob Saibot í næstu mynd. Kannski fáið þá að kynnast því að hann var aldrei Alveg Sub-Zero. Alveg Sub-Zero. Hann var hérna bróðir hans. Þú veist, það væri töff. Fæðist þið gríman hans cool? Mér finnst það nú stór fyrir andla. Allt og bölki. Já, Ákvæmlega ekki meira svona slík. já, mitt sko. Svona fínn einhvern veginn. Hún var rosalega, hún var Já. svo breið Já. einhvern veginn. Mér varst alltaf að vera svona skökk á hún. Já. Mér varst það ekkert svakalega töff, sko. Ég veit ekki hvort að sé eitthvað tengt einhverju svona meira, þú veist, eitthvað í áttina einhverjum svona traditional kínverskum grímum eða eitthvað, því hann átti að vera kínverskur og hérna Skorpjón japanskur, sko. Hann er ninja, sann. Gerði bara Já. eitthvað cool ninja grímu. Já, mitt. Og mér varst eitthvað búningurinn, mér varst að virka, alltaf myndin virka rosa cheap. Já. Þú veist sammála því eða ekki? Jú. Eins og þú segir, eitthvað Raiden's Temple, svona Já. hóll og eitthvað göng. Já. Allt virkar, hún virkar rosalega ódýr og hún virkar Já. rosalega lítil sem mynd. Já. Þó þú segir með eitthvað svaka, eitthvað svona wide shots af eitthvað í náttúru og þau að lappa eitthvað svona Lord of the Rings-esk, reyna svona stækkana, en hún er rosalega lítil. Já, og mér finnst það svo mikið, þú veist, ok, þú veist, já, mér finnst bara vanta meira fætt í myndina, þú veist, mér finnst rosa mikið eitthvað svona, vera eitthvað svona bara labba á eitthvað. Hefðirðu viljað fá mót? Já. Ég líka. Ég er bara eitthvað svona, en mér fannst þetta skemmtilegt í lokinu, við skulum bara taka mótið til þeirra, þú veist, búa til bardana, sko. En það var hvað korter. Eftir að tala um þeirra ákveða bara eitthvað, við skulum bara eitthvað Raiden, getur þú teleporta allstaðar eitthvað? Já, ég er búið til bardana, en getur ekki bara teleporta okkur öll 5 þá á hvern einn gaur bara að drepa það. Nei, við ætlum að taka á þetta. Já, af því að þau segja líka í lokin. En Sub-Zero, hvað er að gera? Já, þá förum við saman. Hei, ein hugmynd. Förum við saman á Drepum alla. Tökum bara Shang Tsung, skilur það eitthvað bara. Ok, Skorpjón, hvernig varst þér hann? Gæinn sem bara byrtist hann byrtist bara allt í einu på þurru hann í lokin. Ég skildi ekki alveg þá Return from the death, dead. En við fengum ekki einu sem að sjá hann rísa upp frá helvíti en eitt svoleiðis. Nefnilega, af hverju verið að gera þetta svona stúpid? Þú veist, af hverju, þegar hann tekur hérna, þú veist, finnur hann að kúna í hans, af hverju sömmona hann þá ekki bara? Fattar hann mig? Ég finnst að Cole myndi breytast í hann. Ég líka, ég var viss um það. Það hefur verið hræðilegt. Það hefur hræðilegt. En skilur, ég bara hugsa um það, þú veist, af hverju bara sömmona hann ekki eitthvað? Kastaði, þú veist, kúnainu og þá, þú veist, það hefði meika meira sens. Það hefði geðað manni smá svona, já, þú veist, kúnaið var lykillinn, skilur við. En það sem gerast hann nota kúnaið eitthvað. Já. Svo er Sub-Zero bara að drepa hann. Það bara byrtist. Þá fær hann allt í einu bara eitthvað svona í handlegginn eða eitthvað. Spjótið hans Skorpjón. Já. Þá var hann bara allt í einu mættur og líka loka bardaginn og þetta var einhverju gymmi. Já, einmitt. Peningurinn búinn. Hann fór í hólinn. Já, hann fór í hólinn. Það byggja þetta fjallina. Þetta var rosalega svona, mér leið pínu eins og ég var að horfa Mortal Kombat sjónvarpsþátt. Já, sko, það besta af þetta er að þessi hóllana eru bóðið eitthvað svona geðveikt merkilegt fyrir Ástralum. Já, sko máli, ég veit bara ekkert um Ástralíu og þess vegna var ég bara eitthvað, hvaða djöfisins kjaftað er þetta? Mér er drullusum hól. Já,
Það er bara himmelbjægert, næst, hvað er það eitthvað svona, þú veist, Þetta það var öskulíðin einhverju mynd sem einhverja höll fyrir einhver konga eitthvað. En svo reynaður eitthvað svona afsækja sig með því að segja þetta var ekki alltaf svona. Liu Kang segir það minni mig. Já, ok. Þetta var ekki alltaf svona. Einu sinni var þetta Eitthvað, miklu driftu staðar. Ok, Skorpion, búningur hans, hvernig fílaði hann? Ég fílaði hann. Ég Er fílaði, það? já, við tölum þetta síðast. Mér finnst þessi hettubúningur mjög skemmtilegur. Ég fílaði ekki. Ekki. Nei, Mér finnst samt, þú veist, klassíska lúkið miklu skemmtilegra. En mér Já. finnst þetta alveg töff, skilur við. já, mér finnst þetta ómikið svona samurai eitthvað. Já. Svona, Ég fíla ekki. svona ninja, já. Hvernig fannst þetta get over here? Hvað Svart. þannig? Segir það segja það? Með Já, Skorpion? já, mér finnst alltaf töff þegar Skorpion segir get over you. Fannst það flott aðri? Þegar hann ríf hann til sín og maður fær að heyra svona hint af remixun af Mortal Kombat lægin. Þetta remix er hræðilegt. Já, eða þú veist, Það er hræðilegt remixið. já, sko, þú var átt á því að í dag finnst okkur allt hræðilegt, sko. Býtu, hvað meinar með Mér því? finnst það ekki remix, eitthvað techno-tónlist, sem er einhverjir 14 unglingar sem eru bara að trillast yfir þessu. Veistu, hvað heldur að, þú veist, foreldrar þínir hafi hugsað þegar þeir heyrðu Mortal Kombat, þú veist, 92, skilur, hvað heldur að það væri bara 95? 95 segi. Ah. Þetta er geggjur tónlist, maður. Góð tónlist. Nei, ég hugsa ekki. Nei, en ég veit, þetta er glata. Hvað meinar þá ef ykkur 10-12 ára sér þetta, Já. hann er bara gæti gegja. Já, ég held að. Nei, ég veit ekki, kannski er þetta glata. Við erum bara gamli kallar. Já, ég veit það. En hérna, mér fannst þetta hérna, þú veist, ég hefði viljað hafa meiri takt. Ég hefði bara, okkur sleftur ekki aðeins meira úr mixinu bara inn í það. Þú veist, bara, þú veist, það vantaði bara aðeins bara meira, þú veist, líka, þú veist, það vantaði bara Mortal Kombat, það vantaði bara öskrið, skilur við. Já, það var ekki. Nei, það var bara hérna smá svona taktur. En fannst þú að vera illa sveikinn? Fannst þú að vera vöru sveik að fá ekki einu svona tournament? Ég meina, fekk svona næstu í tournament til lokin, Er það sant? já, en það tók 10 mínútur eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Það var ekkert stærri partur af myndinni. Og svo einhvern veginn, já, hann hafði alltaf verið að svíkja mann Goro. Hvernig er það aðri? Mér finnst glata að þetta var eins og ofvaxin ork. Hvað er það? Já, þú veist, en mér fannst hann betur gerður heldur en ég vonaði. Þú veist, ég held hann eða miklu verri. Já, bara sko, CGI er í Já, lélera. já. En þetta var alveg svona, en þú veist, Ekki drepa hann strax. nei, ekki í hlöðu. Það er eitthvað svona, þú veist, einhver staður út í sveit sem enginn veit hvað er, einhvern veginn svona, Nákvæmlega. af hverju var þetta ekki í tempúlunni eða eitthvað, sem að hann, þú veist, drap 15 áður en að, þú veist, Herru, hann drepur engan. nei, rífur hendunar af, þú veist, nei, ekki einu sinni það, nei. Nei, þú veist núna að Já, rugglaði ég er teiknumyndinni með þér. Við stóðast að horfa Sko, það er heilin á mér bara leitar í teiknumyndina að þetta er bara miklu skemmtilegri mynd. og það er miklu betri mynd. Já, Já, það finnst samt að því hann rýfur hendur þar en ekki í myndinni. trilltæmi þar. Sko. Ég hefði viljað að hann hefði til dæmis drepið einhvern. Já, bara, þú veist, drepið fjölskyldun hans eða eitthvað, það er bara töff. Já, Það er drepið eitthvað. það hefði það hefði verið brútal maður. Mér fannst þetta alveg glatað í lokin. Hann náði að bjarga fjölskyldun sinni. Já, það er Það var glatað. bara að frista þau, sko. Það er ekkert má vandamál af því það fólk, sko. Og hann alltaf bara hans lausn á því Það var vandamáli. að kýla í Bara gegn í brjóta í sig, skilur. Bara hrættur að brjóta inniblinn þeirra, þú veist. Brjóta allt inn að hendur Já. með eitthvað. Í sammálaðir. Já. Goro, já. Ég hef viljað sjá meira með honum. Og líka, hver drepur hann? Einhver karakter, glataður karakter sem var búið til fyrir bíómyndina. Hvernig fannst þið Cole Young? Aðalkarakterinn. Ekki sem hann að fíla það. Nei. Aðalkartin, ég glata gæi, gerði hann eitthvað sem mynd? Já, hann fekk þess að brynja það. Já, og hvað svo? Hann draf Goro. Já, hann draf hann. Það var nýtt að kúla að stakka hann í genum haus. Já, þetta er ruggla. Mér fannst allt gorið, allt svona brutality, svona Skemmtilegt. uppa aðeins allt, svona öll atriðinu. Heldur þú að sjá sem þetta aftur aukt, Kannski með seni mínum þegar hann er aðeins eldri. Ef þú verið baddur, heldur þú myndir ekkert að sjá hann aftur? Nei. Já, jú, kannski bara svona spól í gegnum hana, eitthvað svona, þú veist, hvernig var þetta? Þú veist, eitthvað svona þannig. Já. Væri þetta til í framhaldsmynd? Já. Ég sé pínu potential á það. Og mesta potential sem ég sé í þessari mynd er hvernig listu special powers stóti hjá kartunum. Þetta arkan eitthvað, bla bla.
chosen ones og þau eru unlockað og eitthvað. Já. Mér finnst það skemmtilegt. Mhm. Fannst þetta ekki pínu svo sjónvarpsþáttur svo? Jú, Bara svona þú þetta segir það. Já. virkaði ódýrt, virkaði svolítið svona svo, fylgist með í næstu hugu þegar framhaldið er, þegar næstu þáttu kemur. Hvernig það endar? I'm going to Hollywood. Já, Það er svona svo kemur í þætti 2, já, einmitt. skilur við. Já, Akkur er ekki Johnny Cage sem með? já, einmitt, það er ekki eins og þessi flókið að búa hann til, sko. Akkur gætt hann ekki verið frekan þessi Cole Young, hann var umurlur. Já. Mér finnst hann að glataður. Ég skil ekki neitt. Og hvað, er hann, þú veist, er hann einhver descendant af Skorpjón en er bara einhver svona, eina sem hann fekk var einhver kylfa og hnífur og svo er hann bara svona í einhverjum joggingbuxum með einhverja ljóta brynju sem getur ekki eins og klætt sig úr, skilur við, eða eitthvað. Nei. Það hljómar ekki svo að það verið brjálastar hérna þessar með. Nei, þú veist, þetta er svona, ég er alltaf geðveikt hæpaður fyrir myndum þegar ég kem úr bíó, skilur við. Og svo svona hægt og bítandi, þá svona, þú veist, Og svo skánaði ekki, því við byðum. Ég veit að með tala. Já, við bíósalnum. Við heldum að væri eitthvað endcredit scene. Já. Ég get svo svara, ég las það á net. Ég líka, ég held það. Þátt að koma eitthvað svona post-credit leinætri sem átt að setja upp eitthvað framhald. Já. Og við byðum hérna, stelpan í bíón, hérna að vera um eitthvað geðveikir. Já. Hún spurði okkur með þess að, Jep. er það að fara á næstu sýningu eða næstu mynd? Sýningu ætla að horfa á næst. Ætla að horfa á hann afturstöðar? Nei. Það ætla að horfa á þetta rusl aftur. Já, við bara, næstu búin að taka pop og búin að henda honum í það. Og við vorum bara 2 í salnum. Já, og ég þá, já, þá mér ætla hefður náttúrulega átt okkur á því að þetta væri ekkert kannski, þannig að það var tímpúti. Nei. Leiðir svo verið svolítið vitlaus á þessu tímpúti. Já, menn eiginlega bara eins og ég væri komin aftur til Japan, sko. Já, þú varst að mynda að segja mig það. Já. Það er svolítið skemmtileg að segja. Hvernig er þetta í Japan? Það er þess að í Japan, á þeim bíósýningum sem ég fór, ég bjó í Japan í 1 ár og þá sem sagt, ég man ég fór á James Bond, einhverja mynd til dæmis, og eða þú veist, til dæmis, já, og þá, sem sagt, þeir horfa alltaf á alla kreditsunna. Ok, ég þá var mér svona Alveg, já. Það er svolítið skrítið. Horfa á alla sinna. Já. Nei, þess að allan listan. Allan listan, alveg þannig að bara, þú veist, allt er búið, þá opnaðir hurðinar og þá er fólk hleypt út. Þetta lítur eitthvað svona respekt. Já, þetta er líka eitthvað svona, já, pottet bara eitthvað svona siður hjá þeim að horfa alltaf á og eitthvað, skoða eitthvað, já, hver er líka þessu? Það er líka bara margir sem gerði þessa mynd, Já. sína þá virðingu að sitja í salnum og... Já, þetta er kannski líka eitthvað svona tengt svona eitthvað svona, þú veist, í leikhúsmenning, þú veist, eitthvað svona að standa ekki upp fyrir en að búið að draga fyrir tjaldið og, þú veist, eitthvað svona, ég veit ekki. Það getur verið. Ég kynnti mér það ekki, sko, mér fannst bara útrúlega fyndið. Fór 3 í bíó þegar ég var í Japan eða eitthvað og var alltaf, fólk satt alltaf, þú veist, meira svo 3 eða eitthvað, ég man ekki fór einhver sóminn og satt fólk bara, og ég bara, ok. Allan tímann? Já. Langaði þið að fara? Já. Ég var bara svo 3 eitthvað bara. En svo núna, langaði þið að fara? Nei, mér var spenntur að sjá Mortal Kombat, ég er svona, að því að þú veist... Nei, þess í grillistanum. Að þú varst ekkert svagla hrein á myndinni. Nei. Var þið nett sama þetta leinatri? Nei, Þið langaði að sjá? Já, mér langaði að sjá þetta, sko. En það var ekkert... Ég er svona að googla þetta eftir. Nei, Já. ég gerum það. Ég googlaði þetta eitthvað smáðan. Hvernig er þessi Shang Tsung? Ég hef bara viljað sjá hann berjast. Hann gerði ekki neitt. Hann gerði ekki neitt. Og þú veist, þessi gaur er ekkert lélugur í barda, þú veist, í hérna bardasenunum, sko. Er þetta bardagaði líka? Er þetta ekki þannig að hann, hérna, sem leikur, Já, hann. Píman, hvað heitir hann, Píman. Ég verð að googla þetta, hvað heitir hann aftur, hvað er myndina sem hann leikur í? Ég man eftir nú Dark Knight. Já, einmitt, hann leikur þar. Hann leikur bara einhvern auðmikið þar. Já. Hann var ekki vætir, þeirri mynd. Kannski er ég ruggla saman. Þið eru googlar þetta. Á menn ég bóra popsmell. Já. Það bara tala hann ekki núna. Já. Ég var ekkert svaklega hrifinn á honum. Ég saknaði gamla leikarnas. Já. Sem var í fyrstu. Mér var skemmtlegri. Já, það er það sem er líf í honum, sko. Aðeins meira líf. Þessi vegna líka svo einhver svona astanum búning. Mér finnst það ekki töff búningur. Ég fannst það. Mér finnst það töff. Þú veist, mér fannst bara svona kubl, bara eins og Shang Tsung var í, þú veist, fyrsta leiknum. Var hann ekki með eitthvað brynjuð eitthvað framann, eitthvað?
Já, hérna. Hann er hérna. Er þetta eitthvað fætir? God damn it, maður. Hann leikur hann ekki... Er ekki eitthvað rugglaða mér, já. Fuck it, sko alls þetta. Ég innan ekki að klippa þáttinn til að því að þú ert að googla eitthvað leikara. Ok, maður. Nei, ég held þessi rétt, já. Kannski er ég að ruggla. Ég er ruggla. Mér er alveg fýll leikara en mér finnst það bara ekkert skeri sem einhver sorcerer. Raiden, hvernig vil hann? Vísar hann með? Asískur, ekkert meira en það. Ég fílaði alltaf að sjá hann Aska, hann náður Askur fyrir mér. Já. En það vantar alltaf snildar djókin svona inn á milli, eins og í fyrstu myndinni frá Raiden. Já. Ég saknaði þeirra ekki mikið. Nei, ég er að grínast. Nei, mér fannst það svona, ég er ekki alveg viss með, þú veist, hann var ekkert í þessari mynd, ég meina, kemur hann einstaklega sinnum og... En fannst þér eitthvað svona persónusköpun í þessari mynd? Náður að búa til eitthvað samlega karaktera fyrir þér? Nei. Ég meira segja, þú veist, meira segja sko Kano sem einhvern veginn tala mest einhvern veginn, finnst mér þessu mynd, og svona mest svona eitthvað svona stendur út sem eitthvað svona, ég man mest eftir, þú er einhverju djókum og einhverju dóti frá honum, að þá svona, þú veist, þú færði ekkert einu svona nóg mikið bara að vita hver þetta er, þú veist. Nei. Þú veist, svo þeir byrja að tala saman, þú veist, Kabal og Kano. Þá byrja að tala um eitthvað svona sem að maður hefur ekki hugmyndum. Eina sem að Kabal var búin að segja síðan við Shang Tsung eða eitthvað að hann þoldi ekki Kano af því að hann stakk hann í bakið. Já, ég með. Þetta er ekki svona... Þetta er bara næfur þunnir karakterar. Já, það er næfur þunnir, sko, já. Og ég er rosalega hlindur persónusköpun í bíómyndum. Já. Ég fyrir ekki þetta svona smá í þessari mynd. Mér þykir svo vænt um þessa karaktera. Mér er bara gaman að sjá alla þessa karaktera. Hvernig er þessi Sonja Blade? Því ég fíla hann alveg í leikjunum, sko. Já. Þú veist, Veist það ekki? Hvað er þetta leikkonan? Fannst hún lúka? Fannst hún góð í bardaðadrón? Nei. Nei. Hún kunni ekki slóst. Nei, einmitt. En af hverju? Þú veist, af hverju þurfa þær alltaf að finna einhver þú veist, af því að hún er rock solid fighter í leikjunum, sko. Sérstaklega nýju leikjunum. Hún er bara, mér finnst geðveikt gaman að spila hana og virkilega brútal, þú veist, með olbá og hné bara í andlita fólki og taka, þú veist, nota lappinnar í allt, sko. Og síðan, þú veist, fáum við svona alltaf bara einhver svona, þú veist, að því, þú veist, fullt af konum úti sem geta slegist, sko. Fáum það samt ekki sjá það, af hverju? Af hverju eitthvað svona, alltaf fyrir svona með þar. Já, það fengi bara eitthvað svona myndalega konu. Já, einmitt. Já. Nefnilega, þú veist, það er meira, þú veist, ok, ef það er málið, það er samt örgulega til myndarlegir fætirar, að þeir eru ekki að leita bestu leikonum í heimum til þess að leika þetta. Það er alveg klárt mál. Hefur vel Ronda Rousey? Já, bara, nei, samt ekki, sko. Hún er hræðileg leikona. Bara eitthvað annað, skilur við. Hræðileg leikona. Já. Hún talar fyrir. Ég veit það, Cassie Cates, maður. Hún talar ekki fyrir Sonju. Nei, held ekki, talar ekki fyrir Cassie. Og dóttur hennar. Já, held að. Hún er með þess að lítur mjög svipað út á hún, sko. Nei, hún talar fyrir Sonju Blade. Hæ? Já. Ó. Nú googla ég það. Já. Ég held að Ronda Rousey tali fyrir Sonju Blade í nýjasta Mortal Kombat. Ef þetta er rangt hjá mér, þá sitt ég, eins og ég alltaf tala þá sitt ég leiðrétting að texta hérna. Fyrir það sem voru á vídeo á YouTube. Ég held að hún talaði fyrir Cassie Cates, sko, en það getur verið rangt. Ég held þessu Sonju Blade. Ok, ég leiði það. Það skiptir ekki öllu. Það skiptir ekki öllu máli. En já, eins og sé, ég veit ekki. Þú vil að fá meira svona umf í hana. Já. Sannst í Sonju Blade. Já, bara, þú veist, töff gella sem getur bara lamið gaura í drast. Sem fokkaður upp. Já, bara fokka liðið upp, sko. Hvort er betri Sonja? Þessi leikona eða í fyrstu? Þessi. Aha. Já, mér fannst hún alveg hræðileg hana í fyrsta myndinni og annari myndinni, eða annari leysjun eins og allt náttúrulega í henni, sko. Mér finnst þessi náttúrulega aðeins meira svona, þú veist, mér fannst bardaðan þú veist, hún var aðeins virkari, þú veist. Já. En ekki, þú veist, ég meina bardaðin á milli Sonju og Kano í
í fyrstu myndinni Hræðilegt. var glataður. Þetta var alltaf læg, þetta var svona, hún virtist alveg hérna geta buffa hérna, þú veist, Kano hana einu sinni og svo hana berjast við hérna Reptile, nei. já, jú, Reptile og það dæmi allt saman. Já. En svo er eitt fyndi í byrjunardur í þessar mynd. Að ég hugsaði með mér, hvernig er að fara að fá leikara? Gæði sem leikur Skorpjón. Hann heitir í kannski slátanafnins Hiroki Sanada. Það er legit leikari og svona slagsmálgæði. Já. En hann er held í fucking 60, sko. Já. Og Joe Taslim sem leikur Sub-Zero, Já. hann er miklu yngri. Já. Ég held að hann sé 37 eða 8 eða max held ég 40. Hann er tölvöld yngri. Ég hugsaði með, hvernig ætla þeir að láta það lúka? Það er tölur aldursmunum á milli þeirra. Já. Svo komst ég að því hvernig er alltaf að pull it off. Það er sem að láta einhvern gæja pottet gera barðaðri fyrir Sanada af því að þeir tölu ekki andlita á honum á einhvern gæja. Tókstu þetta því? Í byrjunni. Ha? Já. Ekki alltaf. Stundu fannst mér eins og að vera búin að tölvu ekki andlitið á Sanada yfir á einhvern svona fight gæja. En það, mér fannst það í lokin þegar hann tekur þessi grímuna og svo þegar hann setur hann á sig grímuna þá fannst mér andliti breytast. Sástu það? Ég tók ekki Mér finnst eitthvað voða skrítið í gangi þar. Fannst þú þess að skippa út leikara? Er ég eitthvað ára klikkaður það? En tókst það ekki eftir þessu? Nei. Í fyrsta atriðinu? Nei. Svo þegar hann notar hann á spjótið, þeir tölvu gera hann alveg í einu part í atriðinu. Ég sá það alveg, sko. What? Þá var ég bara svona, Já, ok. ég þól ekki að gera það. Nei. Tölvu gera menn í einhver slagsmatri. Af hverju gat ekki bara verið eins og The Raid? Já. Nei, ég meina þetta er bardamynd, skilur þú veist, Raid og allar þessar, þú veist, John Wick og The Dot, þú veist, þeir viti hvað þeir að gera. Þeir, þú veist, John Wick er bara basically búið til, skilur, John Wick fyrsta myndin, var þetta teiknumyndasaðar? Nei, þetta er bara búið til þess að búa til fighting genre bíómyndir. Bara, þú veist, ok, það sem er á verið í svona mynd er bardar, vel útfærið bardar, that's it. Mortal Kombat er þekktur fyrir að vera bardaleikur og það á ekki að vera neitt annað heldur en barda í myndinni. Og svo er þetta alltaf eitthvað svona, þú veist, hversu mikill, ok, hver er söðurhrónin John Wick? Já, fólk er að drepa hann. Og hann er að drepa hann. Já, þá þarf ekki neitt meir. Þú veist, hvað? Þú veist, af hverju vera að reyna, þú veist, af hverju er þetta ekki bara there's a tournament og svo bara fucking trillt bardaðatrið. Alla myndina. Þau voru ekki nóg trillt í þessari mynd. Nei, sem er glatað, skilur við. Það er sem þeir hafa haldið leiksturinn á framleiðinir. Bara eitthvað, hei, ef við erum með gór, það er bara nóg. Það er samt ekki það sem ég vil segja í bíómynd. Nei. Og líka bara svo slagsmálinn í svona töluleikjunum. Já. Það er gott combat system í þessu leikjum. Það er gaman að slást í þeim. Já, algjörlega, sko. Ég held, sko, þú veist, menna, hvað sögðu við aftur, þú veist, við tölum það í síðasta því, hvað okkur langað að sjá í þessari mynd. Og það var, held ég, gór. Fengum það að einhver leiti. Ég held samt þeir meira. Já, ég líka. Þeir eru búin að tala svo mikið um það að vera fatalities í myndinu. Jep. Svo vildum við fá bardaða, góða bardaða, og vorum mjög, ég var mjög svona, þú veist, ég hafði mikla væntingar á það, af því að út af hana bardaða, þú veist, öllum þessum gaurum, sko. Og það stóðst ekki væntingar. Algjörlega ekki, sko. Það sem ég held að klikka, þeir þurftu betri fight choreographer. Að því ég tók eftir að það er gæðin sem var, þeir eru oft svona second unit directors. Já. Þá var aða leikstunum ekki að taka upp kannski eitthvað svona stutt bardaðatrið eða eitthvað. Þannig að þeir sem choreografa, þeir líka leikstýra second unit. Já. Og mér sýndist þá sami gæði, mér finnst það bara ekki nógu góður. Mér fannst það ekki nógu góð bardaðri. Svo er þetta rosa mikið myndalega nálagt. Já, og sér ekki hvað er í gangi. Það er old school. Já. John Wick, og ég segi Raid, John Wick, það kom búin svona svipum tíma. Já. Það breyttur svo svolítið. Já. Og fólk var að fíla þetta. Yep. Það er ástæður að John Wick urðu bara stærri og stærri. Var ekki svo líka Jet Li myndinar, þú veist, þú sérð hann alltaf alveg full blown í mynd. Já, þegar hann kann að slást. Og að því þú ert með þessa gaura, eins og Joe Taslim og Sanada, þeir kunna slást. Já.
og pottet líka Já, Liu Kang gæinn, Liu Kang gæinn alveg bara Kung Lao líka, þeir virtust kunna eitthvað. Leif ykkur að sjá það. Já. Koreografi er bara eitthvað flott atriði. Ég veit. Og ekki henda eðlu inn í myndina, skilur það fílar Nei. enginn Ertu leiður? Já. En tókst eftir einu ístaríki þegar Jax hittir Cole og segir bara, þú tókst beltið af Eddie Tobias. Nei, byrju. Já, maður, Eddie og Tobias, maður, shit, maður, ok. En hann, ekki sérst, fighterinn hét Eddie Já. Tobias og það, fyrir það sem viti ekki, Já. þá er þetta þessi tveir görur sem byggjum til Mortal Kombat. Já, Ed Boon Ed Boon og og, Tobias, hvað heitir hann? Tobias eitthvað. Man ekki stundin það. nei, Allavega, þegar hann voru að leika sér með það, mér finnst Já. það pínu skemmtilegt. þetta var Noob Saibot, Já, einmitt. Já. Mér finnst það pínu skemmtilegt. Ed Boon og Tobias, já, Eitthvað. mann eitthvað neitt. Man ekki með mér, heldur. Skiptir ekki öllum máli. Já. Ok, erum við búin að ræða þessa mynd svona Já. fokkarlega? Er eitthvað Já. með svolítið að segja? Ánum fyrir með termítina? Nei, en mig langar að horfa hann aftur, sko. Þú veist, bara til þess að, þú veist, bara melta hann aftur. Ég heldur þetta að leiðast á, sko. Hversu? Já, ég held það líka. Já, þetta er ekkert merkileg mynd. Mm. Þannig að þeir sem eru núna að hugsa með sér, eru þeir í alveg að, fannst þeim það skemmtilegt? Nei. Mér fannst þetta alveg ágætis afþreng. Af því að ég elska Mortal Kombat, ég elska Já. þessa karaktera, Já, ég líka. en En fyrir fólk sem að spilar ekki og elskar ekki Mortal Kombat, þá er þetta ekki skemmtileg mynd. við getum orðað þannig, ef ég væri professional kvikmyndan gagnrýnandi og ég þyrfti að gagnrýna myndina Ok. á mjög faglegan hátt, Mm. þá myndi ég aldrei setja svo góð mynd. Það var ekki 4 kannski þá, 4,5. Já, af 10. Já. Já, Þú svo veist- 3,5 hjá mér. Það sem að, er það? Þetta virkaði, mér fannst Já, það ok, ok. virka Er hún 3,5 hjá þér? Bara, alveg, bara svona, er hún lélegri Nei. heldur en fyrsta myndin? Nei, hún hækkar kannski að, mér finnst hún ekkert mikið betri fyrsta. Nei. Það er einhver sjarmi yfir, jú, nostalgía tengingin hjá mér, það er einhver sjarmi yfir fyrstu myndinni, Já, já. en hún er náttúrulega glötuð, þetta er Já. ekkert, mér finnst þetta ekkert þessi nýja, ég var að vona ég myndi að labba út af henni og vera bara svona, vá, þetta er bara besta töluleikmyndi, Já. en hún er bara ekkert, hún er ekkert nóg Hver er ekki því besta töluleikjamyndin verið Mortal Kombat? þeir hefðar ekki að Já, gera er það, ekki að gera það, að ég er svo trailun, ég var bara Já. svona, ok, ég er alveg til í þetta, Það er rétt. svo ég er þetta bara ekki góð mynd, Nei. því miður. Nei. Mér er það skemmtileg, sant? Mér fannst það Ég ekki svona- leiðileg. Nei. Mér fannst það skemmtilega en Godzilla vs. Kong. Já. Ég voru það hannig. Já. Ég var reyndar það. Nei, ok, mér fannst Godzilla vs. Kong örgulega skemmtilegri, sko. Það Er það? Já. Ég skemmti Ég betur þessu. skemmti mér konunglegur Godzilla vs. Kong, sko. Mm. Konunglega, heyrðu. Maður er svo, þetta er engin svaka væntingur hjá okkur. Eftir COVID, bara glaður að komast í bíó. það er rétt líka. En mér fannst það gana að sjá þessa mynd í bíó, Mortal Kombat. Ég hef aldrei download henni, langaði að sjá henni í bíó. Einmitt. Það er svona eitt og eitt kannski cool skot, mér finnst töff þegar Sub-Zero lappar með fyrir götunni og Já. hendur eitthvað Já, svona já, já. ísstormið, haglél, eitthvað Einmitt. dæmi. Mér finnst það alveg töff. Já. Ég fíla líka hvernig þeir spiluðu hann svolítið sem svona, hann var þessi bara eitthvað svona horror-karakter. Já. Mér hann finnst það var alveg svolítið töff. Já, hann var Hann var svona skeri. mjög skeri. Já, hann virkaði mjög öflur. Já. Þetta var ekki bara eitthvað svona henchman eins og í fyrsta Nei. myndinni. Alls ekki. Adrian í Outworld, þetta virka bara, Hvað var það? þeir Það tóku. við erum að tala aftur, hvað er það PlayStation 4 sem gerði þessi tærnefnum? Mér fannst það vera svolítið svona Annihilation-esque atriði. Þannig Þú veist hvað, rísa dýr. Þú veist, hvað voru þau ekki alltaf að koma lappandi hana? Hvað lokuðu þau eftir sér? að fyrir góra. Já, eitthvað opnust, eitthvað rísa dýr. Og það var ekkert á baku þessi dýr. Neitt. Svo er Ekki neitt. svo er það Milína gefur lappandi hana, aftur í eyðimörk. Hvað er málið með eyðimörkun hana? Já, því að það er ekkert þannig í Ástralíu heldur með eyðimörkur, eða? Ódýrt. Já, ok, sorry. Ég ætla ekki að vera eitthvað móðga. En Milena, hvernig fannst þér hún? Verðum að ræða hana þess. Af því hún er upp á spætari minn í leikjunum. Þú veist, Hún alltaf var bara engin nei, karakter. hún var ekkert. Já, það er rétt, já. Þú veist, hún, hvað, barðist? Ok, ég hugsaði, já, það er skemmtilegt að sjá hana, hún er að teleporta sig, þú veist, eins og í leiknum. Já. En hún var ekkert að gera neitt annað heldur en bara einhvern veginn að
teleportast hinga og þanga en hún var ekkert einu svona að gera spörkin eða neitt. Því þetta er svo svalu Já, karakter. bara trilltur. Mér finnst eitt cool þegar Og bara hún vel með sleikir eitthvað hnífinn. blóð hérna. Hún sleikir blóðið á hnífnum. Já, mér finnst líka töffur en þegar hún reif allt upp þannig að, þú veist, Já, maður fyrir að sjá, muninn, hann er stærri kjart. Já. Ég held að þeir væri bara að chýpa þetta og vera bara með hana, bara mönnu Já. og munnu og bara eitthvað smá einhverjar drastltennur hana. Þeir fóru all in. Já, þú svo bara, þú veist, þá held ég að væri eitthvað að gerast, sko. Það var Já, eitthvað, ok, svo gerist núna það ekki. byrjar eitthvað trilltina, nei. Það kemur bara eitthvað, Sonja Blade byrtist allt í hennu bara eitthvað, BAM! Döð. Já, einmitt. What? Skaut bara hóli í Glatað. gegnum. Já, það var glata, sko. Já, Þetta voru svona anti-climax. svona Goro-pæling. Þetta er svona eins og Goro í fyrstu myndinni. Það er svona bara svona, já, þú veist, það er verið að svindla á manni hérna, sko. Já, þetta var svolítið þannig. Já. Það var eitt sem var pínu fyndið og þetta var væntanlega viljandi gert hjá mér, það er betur en þig. Já. Þegar Luke Kang og Kane voru að treyna og Luke Kang svípar hann Já, já. og hann svo stendur upp eitthvað og gerir það aftur. Þá fyrir Yep. ég að hugsa um alla sem spamma. Jep, þetta er fyrir Þetta það. er pottið skot á þá. Jep. En þú veist, þetta er náttúrulega eitt erfiðasta mútlist að dodsa í leiknum, sko. Já, þetta er stundum óþólandi. Já, algjörlega óþólandi. Og þú veist, alltaf þegar maður var að spila þessi leiki. Fyrir þá sem Já. vita ekki, þá voru að tala um þegar þú Já, fellir. já. Beigð og fellir með... Low back, nei, low kick, nei. Þú ætti bara Þú svo veist, beigja svípa. og gera high kick, eða ekki? held ég. Já, ég held, jú. Já, ég held að og minna þá það. svíparu. Já. Og það er óþólandi. Óþólandi. Þeir spilar sem Já. spamma þetta bara. Já, Þeir skjóta pínu á þá í myndinni. Já. Túlkar ekki þannig? Jú, þetta á þannig, sko. Já, hann segir það með þess að geinu, sko. Hvað ætlar bara að gera þetta? Já, sama múið aftur og aftur. Já, einmitt. Það var svona smá svoleiðis. Það er svona vink-vink. Já, Mhm. það var alls konar svona líka hérna, þú veist, þeir eru að, þú veist, það er alls konar verið að svona, þú veist, alls konar easter eggs. Ég tók líka eftir því, þú veist, eins og þannig segir hérna að þetta verði að vera, þú veist, tournamentið sé gert, sko, hérna, eða til þess að, hvort, ef þeir eru að reyna að fá kraftana í sína þegar hann segir hérna, test your might. Já, já. Það er, þú veist, það er náttúrulega, var alltaf svona test your might í einhverjum af þessum leikjum. Mhm. Í fyrstu held ég og í fleirum. Mhm. Þannig að það var skemmtilegt. Það var pínu skemmtilegt. Já, það var líka alveg nokkur hluti sem ég fílaði og ég fílaði að sjá Reiko fyrstir sá hann. Aha. Já, ég bara ekki að, ok, Reiko, það er töff, en sem leið og kom meira af því. Það er bara ekki, af hverju ekki bara hafa eitthvað svona, þú veist. En var þetta ekki Kotal Khan? Sem maður sér, heitir hann ekki Kotal Khan? Maður sér eitthvað svona gamalt eitthvað? Já, þeir sýndu þar, þá var Kotal Khan var þar og líka, náttúrulega, Nightwolf. Nightwolf, emmitt. Og, Svo var eitthvað einn annar held ég. Þeir sína eitthvað svona gamlir keppendur eða já, kombat er svo gamalt. Kotal Khan, Gamli mistar. Nightwolf, var ekki einn í viðbót. Það var Aztec, Ég manni hver það var. Það var Kotal Khan. Nightwolf, eða Kotal Khan og Nightwolf og var ekki einhver einn í viðbót. Við meinum það, ég manni hver það var samt. Nei, ég man ekki það. Það skýtur En það er, þú veist, það verið að gera svona hluti fyrir þá sem að elska Mortal Kombat og það er kannski gefur þess aðeins meira, sko, veist mér. Ok, lokaorð. Nei, ekki verið á hann í bíó. Jó. Fólk hún að dæma fyrir sjálf. Glata alltaf bara Já, að alltaf drullir andar sem Mortal Kombat, geggja spenntir krakkar eitthvað bara að horfa á þetta, bara eitthvað, hey, yes, erum við að tala um Mortal Kombat og alltaf verið að bara eitthvað drepa það niður í þeim og svo samt elskaði maður þetta, sko. En er Mortal Kombat eitthvað vinsælt og ungu fólk í dag? Nei, Er þetta ekki bara einhverju gamli kallar sem gamli við, kallar. sem kaup menn Já, þá sem leiki? Já. Er það ekki bara? Spilum við ekki eins og viðkonanana þegar við erum svo trætt, já, Herðu, ég er samt alltaf með Mortal Kombat Mode. já, ég veit það. Alltaf kemur nýr Langt síðan, leikur. Langt síðan, maður. Já, en það er þegar kemur nýr leikur. Já. Ég ætla að vera með næst, þegar nú er að býja stærri íbúð. En Já. þegar næsti Mortal Kombat kemur, ég er þetta á barn í dag, en hann getur farið eitthvað. Já, Þá ætla ég að bjóða og þá verður höfuðalveg stórt mót. já, til í það. Já, ég tapaði báðum. Gefur smá shoutout, Snorri vann bæði mótin. Já, alveg. Já. Já, ég man þegar ég kom og spilaði við ykkur hérna, þau rústuðu mér. Ég meina, Ég Mortal Kombat. maður er góður í þessu leik. Já. Nei, var það þessi leik? Var það ekki DC vs. Marvel? Við erum Nei, DC vs. Mortal Kombat, eða ekki? En við tókum nokkur. Já, Alltaf, við höfum ekki 2 Mortal Já. Kombat. Tókum Mortal Kombat X, Já, Mortal Kombat 11. já. Já, ég Snorri tók vann mig. Mortal Kombat X, ég kom á það mót. Ég þurfti að fara Þú komst snemma. líka síðast? Nei, held ekki. Jú. Nei, nefnilega ekki. Ég Þú kom... ert að ruggla, þú er búin að vaka og lengi, Dirk. Þú komst síðast. Nei, nefnilega ekki.
Ertu klárað því? Já, ég kláraði, sko. Ég mani, ég komst í. Já, byrju fyrir ekki, ég að ruggla. Nú er ég að klikka þér. Þið verða að fyrirgefa þeir sem eru að hlusta að horfa. Klukkan sko, hún er 11:30, við erum bara þreytir. Nei, það er rétt hjá þér. Þú ætlaðir að koma og svo komst ekki. Það var eitthvað svoleiðis. Hættum talandi kjafta og tölum teiknimyndina, eða ekki? Förum aðeins í teiknimyndina sem þú bentir mér á. Já. Hún heitir henni bara Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Já. Og ég var að segja eitt, bara snögglega, hún er bara að tala með hana. Ég fekk skilaboð á Instagram frá hennum manni sem var bara eitthvað, hei, ég tjekka á teiknimyndinni af því ég heyrði eitthvað tala um hana og hún er geggjuð. Já. Mér finnst það að skemmtilegt. Þannig ég sagði við henni, ég ætti að horfa á hana, en gaman að heyra. Ok. Teiknimyndin, þú talar um hana, þá varst ekki búin að sjá hana. Nei. Núna erum við báða búin að sjá hana. Ég horfði hana í dag. Þú horfði hana í dag, ég horfði hana í gær. Hvernig varst hún? Mér finnst mjög skemmtileg. Mér finnst það mjög skemmtileg. Hún var bara með allt. Og þá get ég talað um hérna X-ray-dótið. Mér finnst það geðveikt töff. Það er mitt X-ray-dótið. Já. Það er hart. Já, hart og hún var mjög brútal. Já, og það er Scorpion svalur. Já, fucking svalur, sko. Hann er rosalur þeirri mynd. Já. Shit. Og það greið það svo sem bjóð til þessa mynd. Já. Og Sonja. Fucking hörð líka. Fucking hörð í þessum. Þú veist, þetta grínast með bara þegar hún tekur henni gæjana þannig að bara fyrsta þannig í bara streetfightinum hana og bara tekur þau törf á hann, sko, bara með hælnum, bara brýtur á hann andlitið þegar hann er búinn að gefast upp, sko, maður bara ekki, damn. Það er geggjað. Klikkað, sko. Já, það er spoiler fyrir teikmyndina. Já, það er búið. Bara spoila henni líka. En hún mér finnst hún geggjað skemmtileg. Hún er mjög skemmtileg. Já, ég var alveg til í að horfa á hann aftur, sko. Já, ég mun örugglega horfa á hann aftur. Ég er alveg til í aðra svona. Já, meira af þessu, sko. Já, klálega, sko. Það er Scorpion rosalega. Já. Þú kaupir það að hann sé svakalegu fætir í þeirri mynd. Hann líka myrði svo marg í þeirri. Já, gæstlega marga. Góru líka töff maður. Shit, rífur hendunar af fucking hérna Jax. Hann rífur hendunar af Jax. Ég fílaði líka og gert eitthvað svona force-field eitthvað. Gátt ekkert farið. Manski, Sonja er hann að berjast gegn. Já, þeir eru tekur hendunar á hann maður. Samsung setur upp eitthvað svona force-field. Fan Chi fannst mér líka svona skemmtilega pirrandi í myndinni. Já, einmitt, svona, óþólandi. Mér fannst hún persónulega tölvöld skemmtilega heldur en leiknamyndin, sko. Já, mjög gaman. Ég er skemmt með betur en henni, sko. Já, ég var alveg spenntur þegar ég var að horfa á hana, sko. Þú veist, ég var að þurfa að fara að ná mér í vatn og ég var að íta pásu og leipa. Í þessu leiknumyndinni, þá hefði ég getið farið á klóstið og ekki hafa neinar áhyggjur yfir því. Nei, þú veist, það því að, þú veist, mér finnst það mjög skemmtileg. Já, og hún er líka alveg brútal. Já, mjög brútal. Því að Sub-Zero, spoiler, svo kemur í ljós setna, þetta var Quan Chi, þetta er klassík, þetta er náttúrulega klassísku söðurar. Já. Þú veist, af þessu, öllu þessu, Mortal Kombat kjaftaði. Þannig að þú veist, þetta er alveg eitthvað, þetta er ekkert nýtt. Þú veist, ég held að man ekki hvaða leik það var, þar sem að kemur í ljós að þetta var ekki, en þá hefur það verið misjafnt hver það var. En það hefur alveg verið þannig að Quan Chi plattaðan, sko, til þess að vera sinn hérna kall, sko, sinn svona hérna hensmenn. Mér varst það alveg brútal því að þið drepa fjölskyldu. Já, þetta er allt hellað, sko. Það drepur sonans. Það er bara... Það er brútal. Ég var líka bara, er þetta í teiknimynd? Líka að því það sést, skilur, hann bara drepur hann, svo dettur hann bara framfyrir, svo maður heyrir svona í hausnum hann lendi í skangsættinu og maður bara, þetta er 12 ára barn. Bara, þetta er svakalegt. Já, og maður er bara, þú veist, alveg með náttúrulega Scorpion liðan, hann var bara brjála. Já, og það er svo... Það er persónusköpun hana. Já, þetta er svona aðeins meiri saga. Já, aðeins meiri saga, sko, já. Ég hef bara meira gaman að nefnda því að karakterinu það er einhvern veginn, mér fannst það svona aðeins meiri karakterar. Já. En svo kannski gerir maður minni væntingar þetta er teiknimynd eða fór að velta sig fyrir mér. Ég reyndar áttur að melta er báðan aðeins betur. Já, ég fílaði Johnny Cage í þessari mynd. Hann var reynda pínu svona einu mikill comic relief eitthvað. Já, mér finnst nefnilega, mér var alltaf fundið Johnny Cage glataður. Og mér finnst það aldrei fyndinn. Ég spila hann nokkur snum. Já, ég spila hann alveg. Já, en ekki þeim upp á alls. Reyndar í Mortal Kombat 11 þá fannst mér svona örgulega með betri Johnny Cage í þessum leikjum. Og þau varst hann skemmtilegur í teiknimyndinni? Já, mér skemmtilegur. Mér finnst hann svona ég veit ekki, mér fannst hann svona, þú veist, já, mér finnst hann skemmtilegur. Ég fílaði hann, sko. Uppáhaldskarakterinn í teiknimyndinni? Scorpion.
Já. Hann er geðveikur. Af því ég hef alltaf verið meiri Sub-Zero maður. Af þeim tveimur. Jaha. Já. Það er með Skorpíónun, Sub-Zero er bara glataður sem mynd. Hann er bara vondi maðurinn. Þannig til að náttúrulega kemur í ljós að... Já, líka, hann er í rauninni ekkert mikið í. Nei, hann er ekkert myndinni. Nei. Hann líka bara með þú veist, en það, já, maður vissi náttúrulega hvað verið að gerast hérna því að Skorpíón náttúrulega rústar hún þegar hann kemur hann og bara, þú veist. En hversu cool hefði verið ef við hefum fengið í leiknu myndinni svipað atriði eins og við sjáum í teiknmyndinni þegar Skorpíón er í helvíti og hann berst í neðra djöflana þegar hann berst í djöflana það er geðveikt og hann vinnur sig upp af Quan Chi heldur þess að fara að tala við Shinnok, já. Akkur fengum við ekki eitthvað svoleiðis atriði? Einmitt, sko. Nei, í leiknu myndinni þá bara birtist hann alltaf. Ég held þessi bara peningar, sko. Já, ég veit það. Þessi myndir alveg mjög buguð af fjárskorti, sko, þessi nýja Mortal Kombat. Já, það er augljóst. Ég svo sem veit það og gera teiknumyndir miklu ódýrara. Já. Þeir geta teikna bara hvað sem er. En fyrst þeir að gera það bara vel. Já. Skilur? Ég meina, þú veist, ég ætla að horfa aftur á þessa teiknumynd, sko. Þetta er, mér finnst trillt. Þar er bardaðatur trillt, sko. Þau eru helviti, sko. Geggjað skemmtilega, sko. Þú veist, það kom svo ógeðslega óvart. Þegar ég hef hort á svona margar af þessum animated, bara Jessie-myndum og svoleiðis. Já. Og þessi var líka bara svona, mér stíllinn skemmtileg. Það svolítið svona eins og svona manga... Smá svona anime svona fílingur, þú veist, að lengist á fótunum þegar þú veist alveg þannig. Og líka bara svona hraði og svona þegar það hlaupa hratt, svo þess hvernig það tekna. En þetta er sant, mér finnst oft anime-myndir að mér finnst sástíl geðveikur. Já. Ef við tökum bara svona Ninja Scroll. Já. Þessi mynd toppar ekki Ninja Scroll. Nei. Skilur við. Ef ég fengi svona Mortal Kombat í þannig teknistíl, með nákvæmlega þannig actioni, það væri bara best í heimi. Uppáhalds animeið mitt er svona eitt sem ég horfði mest, er svona eitt af mínum uppáhalds animeið, og þetta er Samurai Champloo, þannig að ég veit ekki hvort það var að segja. Samurai Champloo? Heiðir Samurai Champloo, sem er þetta er svona, þú veist, það er svona modern tónlist og það er svona modern, þetta gerist á sko Samurai tímabilinu og og fjallar þetta er svona, þú veist, það er eins og þetta sé gerist úr raunveruleikunum, þetta er svona þannig framsett en ég þekki þetta ekki. Nei, en það er einu uppáhald stíllinn minn, svona teiknimyndastíllinn minn, svona animated og mér fannst þetta svona svolítið í áttina því, svolítið svona skemmtilegt og mikið kjaftaði í gangi og þeir voru bara að leyfa sér það, alveg og mér finnst það mjög skemmtilegt. En þetta er svolítið kannski basic, það er ekki mikið einhverju detailum í fötunum eða neitt svo leiðis. Nei. En þú veist, það er svona skemmtileg stíll, þetta er svona, þú veist, skikningarnar og minnst það bara allt skemmtilegt, sko. En ættur ekki bara að gera það sem ég myndi gera Mortal Kombat, ef það kemur eitthvað til mín, myndi lega mér að ráða, bara hvað viltu gera? Ég myndi gera þætti og ég myndi fókus á þættina svolítið svona hver karakter fær svolítið svona sinn þátt svo myndi að enda í einhverju stóru törnamenti. Já, svona svipað og Mortal Kombat YouTube þættinir hvað heit það? Legacy? Nei. Legacy dótið sem hafa gert, þú veist það voru svona stuttmyndir. Já. Það er svolítið síðan ég sá það. Einnum, þú veist, Sonya Blade, einnum. Já. Ég var til eitthvað svoleiðis. Með alveg flottun leikurum, setja smá pening í þetta, byggja upp af mótinu. Já. Af því hversu cool væri, þegar kemur síðan að Mortal Kombat mótinu, og þú kannski þórum vestið kannski í 10-15 karakterum. Já. Hversu cool er það? Já, mitt. Það er geðveikt. Nei, já, mitt, sko. Þú veist, ég vil það frekar þetta aðra mynd. Einmitt, sko. Þú erum þreyttur, fara heim. Nei, þú veist, þetta er alltaf leið, sko. Ég væri meira til í aðra, animated mynd, heldur en þessa nýju mynd. Þú voru frekar til í aðra animated, heldur en aðra leikna. En svona það sem maður vonar er náttúrulega að því að þú veist, það er, eins og þú segir, hún er mjög stefnulaus, en það er líka því að hún er ekkert að fylgja neinum ákveðnum aðala sem er áhugaverður. Nei. Og þú veist, þannig að maður hafði engan, þú veist, eitthvað svikin hans Kano, mér gat ekki verið meira drullu sama, skilur. Nei, mér er alveg sama. Það er svona, já, ok, cool. Og líka maður vissi það. Já. Við vitum að Kano underkall. Já, einmitt. Þannig að maður bara býð eftir í að hann eitthvað svíkja. Einmitt. Mér fannst vanta pínu svona eins og ég sagði, virka svona stefnulaus.
vinna sér að einhverjum, hvert erum við að fara í þessari mynd? Já. Það var eitthvað bara svona atriði, svona atriði, svo bara, hei, Já, svolítið bara eins og í fyrstu myndinni, skilur við. Já, ég er ekki að segja að fyrstu myndi sé með eitthvað brjála handi. Nei, ég er bara að segja, þetta eru svona svipa vandamál sem þeir eru með og þeir náðu ekki að vinna út í því. Jafnvel þetta, þú veist, og aðalatriði sem mér finnst alveg ótrúlegt að þeir skulle ekki hafa gert betur er bardaðadóti, sko. Ég var bara, ég held að það væri bara algjört basic, sko. Já. Ég held að það væri það sem var að fara að halda þess að mynd uppi, sko. Já, en svo er það bara svona lala. Já, við. Og ekki nóga því bara. Ef að þessi mynd hefði ekki verið bönnunin 16, ef ég myndi að taka góri úr leiknumyndinni, Já. væri það eitthvað betur en fyrsta? Kannski ekki, sko. Það er eina sem hefur umfram hana, veist mér. Já. Mér finnst líka búningarnir hjá flestu virka svolítið svona, ég finnst eitthvað svona cosplayer búningar. Mér finnst það ekkert brjálaðslega flottir. Hjá flestu kartunum inn í leiknum. Nei, mitt, sko. Ég er bara ennþá í sjokki eftir þetta Reiko dæma. Þessi bardaða milli hans og Jax. Já. Hvar fundu þeir hann gæja? Hver er þetta? Nathan Jones heitir hann. Hversu? Nathan Jones heitir þessi. Hvað hefur hann leikið? Sko ég man bara eftir hann úr mynd sem heitir Tom Yong-gong. Ok. Ok. Með Tony Ja. Slagsmálmynd. Minnaði frekar í henni, hann var ekki Ong Bak. Þetta er sem heitir frá Tælandi. Já, Tony er tælenskur. Hann berst í Muay Thai stílnum. Og Nathan Jones lék svona risa sem hann þurfti að berjast við. Já, þannig að þetta er kannski eitthvað svona... Þetta er bara svona risa leikari. Já, en þú veist... Og hann leik líka í Troy. Þetta er byrjunarnir í Troy. Ok, þaðan hefur síðan. Achilles drepur. Já, risin, þannig að stóri gaurinn. Þú maður stór glættur nú þar, sko. Þetta er bara svona þannig leikari. Og hvað stóri gaur? Ringi með Nathan. Já, þú veist, það er fullt af einhverjum wrestlinggaurum eða eitthvað sem geta hreyft sig. Þessi gaur virðist ekki geta hreyft sig. Þú veist, það var eins og hann væri að reyna að pota hamrunum í Jax, skilur við. Þú veist, Reiko er svona gæi sem er sko með hann hamar. Já. Og það, þú veist, hann er, skilur við, sturla snöggur. Skilur Reiko að vera snögga útgáfan af Shao Kahn. Já. Það var ekki snöggur sem mynd. Eina sem hún gerði var að gera einhver hræðilega ljótan svip og vera reiður og deyja mjög hratt. Það er svona dó og skemmtlan á. Já, mjög gott og mjög gott. Ég var mjög ánægður að sjá hann deyja. En hvað, ég var enda því? Já. Þú varst mjög ánægður að sjá Reiko deyja. Við byrjum þáttunum því. Já. Tala Reiko. Endingur sér því. Já. En ég mælst að fólk sjá þessu mynd. Já. Svo geti tekið þátt í þessu að tala hvað hún er slöpp. Já, eða þú veist, ég meina, ef maður fílar Mortal Kombat, þá mæli ég með henni. Og mér, eins og ég segi, ég er ekki farin af því að mér varst það skemmtileg, sko. Nei. En hefði mátt vera betri. Og ég mæli með því ef þið ætla, þú veist, ef einhver ætlar að sjá þessa mynd, þá myndi ég mæli með því að sjá hann í bíó. Ég veit ekki hvort ég myndi njóta þess að, þú veist, og það er bara gaman upp á gorið og alltaf rugl, sko. Ég mæli líka með animate-myndin, hún er geggjuð, sko. Animate-myndin, Scorpion's Revenge, sem kom bara út í fyrra. Yep. Mælum henni. Það er svona þessum tveim myndum, þá er það, það er besta Mortal Kombat myndin. Já, pottet, sko. Pottet besta Mortal Kombat myndin. Hún er betur en allar þessar live action myndir. Endum við því, Erik. Takk hjá alveg að koma. Já, takk fyrir mig.